jólamorgunstund í Brekkubæjarskóla. Sérstaklega bjóða alla gestina okkar velkomna. Eins og allir vita, þá fengum við hóp af 9 nemendum hérna í haust. Og þegar það kemur hópur af 9 nemendum frá fjarlægu landi, þá ekkert sjálfsagt að það gangi neitt ofboðslega vel. En nemendur Brekkubæjarskóla hafa staðið sig einstaklega vel í þessari móttöku. Og það svo sannarlega þessum rúmlega 420 nemendum okkar og náttúrulega öllu starfsfólkinu að þakka hvað það hefur gengið vel. Auðvitað gengur á mig ýmsu, það gengur á mig ýmsu með okkur öll. En mig langar til að veita öllum bekkjum skólans 5 sólir fyrir þessa frábæru móttöku og kennararnir eru búnir að pikka í einhvern einn úr sínu bekk til að koma hérna upp. Ég ætla að biðja fulltrúa allra bekkja að koma hérna upp til mér núna. Við viljum bjóða alla velkomna á jólamorgunstund Brekkubæjarskóla. Ég heiti Kristín Helena Jónasdóttir og í 8. HB og ég heiti Júlíus Adam Helgusson í 8. LK. Við ætlum að byrja á því að fá alla til að standa á fætur og syngja saman Nú skal segja. Og allir ætla að vera duglegir að gera hreyfinguna með. Nú skal segja, hvernig ungar stúlkur gera. Þær sig hneigja og svo snúa það sér í hring. Nú skal segja, hvernig ungir heita gera. Taka ofan og svo snúa það sér í hring. Nú skal segja, hvernig ungar gera. Snúa lesa annað grýlukvæði. Grýla hét tröllkerling, leið og ljót, með ferlega hönd og haltan fót. Í hömrunum bjó hún og horfði við sveit, var stundum mögur og stundum feit. Á börnunum valta hvað grýla átti gott og hvort hún fékk mat í sinn poka og sinn pott. Ef góð voru börnin var grýla svöng og raulaði ófæran sultarsöng. Ef slæm voru börnin var grýla glöð og fálmaði poka sinn fingra hröð. Og skálmaði hafrunum hendur leið og óðinn í bæinum beina leið.
sá